Þá ætlum við að taka fyrir viðhengi og tengla. Viðhengi, þetta hugsað sem ferilskráin þín, ef þú átt gamla ferilskrá eða átt aðra ferilskrá, þá mjög gott að bæta því hérna við sem PDF-skjali. Þú getur alltaf vistað hvert skjal sem PDF í tölvunni, gera það áður en þú setur sem viðhengi. Hérna líka gert ráð fyrir að þú getur sett inn prófskírteini og svona ýmislegt sem þú myndir senda kannski fyrir hverja umsókn. Þegar það kemur að því að senda umsóknina þá færðu valmöguleika, getur hakað í þau skjöl sem þú vilt senda og þú getur líka sótt skjöl í tölvuna þína, símaðinn eða drifið þitt sem þú vilt senda bara fyrir þessa umsókn, eins og til dæmis sérsniðið kynningabréf sem ætti í rauninni alltaf vera sérsniðið fyrir hvert starf. En þetta bara einfaldlega að smella hérna og við förum beint inn í kerfið okkar og sækjum ferilskrána og þá lítur þetta svona út. Það ágætt að heiti skráarinnar sé lýsandi og það má líka segja kynningabréf ef þú ert til dæmis að sækja starf hjá Origo eða eitthvað segjum það, þá að það heiti kynningabréf Origo, skráin heiti það. Gefur að kynna að þú hafi mátað þig við fyrirtækið og starfið, meiri líkur að vera skoðað. Hérna reyndar þessi ferilskrá í JPG myndformi en mælum með PDF. Tenglarnir, þú ert ekkert að velta þeim fyrir þér, þetta hugs nema þú sért kannski með heimasíðu eða sölusíðu eitthvað til þess að kynna verkin þín. Hún Lísa getur svo sem alveg verið með heimasíðu með svona portfóljó af hennar verkum og þá væri þetta í rauninni vísun í þá heimasíðu. Ef þú ert að selja listaverk eða eitthvað slíkt þar sem að krefst þess að þú sett með heimasíðu og vilt deila henni. En þetta verður ekki til þess að, það verður ekki áhrif á prósentuna þína varðandi prófílinn. Hann orðinn 100%, það engin prósenta hér sem þýðir að hann orðinn 100%. Þannig að ekki nema þú sést með ljósmyndari, grafískur hönnur eða eitthvað slíkt með heimasíðu þá þarftu ekkert að fylla út í þarna.